Byrgisspaug í Spaugstofunni. Hún nefnir fyrst til sögunar Spaugstofuna sem var á dagskrá RÚV og Stöðvar 2 í lengri tíma. Frá því að ég var lítil hef ég haft gaman að því að horfa á grínþætti. Fjölskyldan horfði saman á Spaugstofuna sem framan af var stærsta samansafl landsins af pappabröndurum sem öll gátu hlegið að. En síðar kárnar gamanið þegar horft er á síðari seríur og vitna ég atriði frá árunum 2005 til 2006, segir Guðný. Þar er Pálmi Gesson í gervi Guðmundar í Byrginu. Hann situr við tölvu og skrifar eftirfarandi. Vaknaði morgun og fékk mér kaffi og ristað brauð. Ætlaði að smyrja brauðið með smjöri en smurði það óvart með smjörsýru. Í kjölfarið var mér nauðga 4 sinnum. Ætlaði að kæra en sá að þetta hlaut að flokkast undir líknastarf. Var nauðga 2 í viðbót í kjölfarið. Misnotaði sjálfa mig í þágu Byrgisins í beinu framhaldi. Rifjaðist upp fyrir mér hvað þetta er bindandi starf. Framkvæmdi síðan nákvæma læknisskoðun á sjálfu mér með nýja GSM-símanum mínum og með þessu móti spara ég gífurlega lækniskostnað. Hef hugsanlega óvart sent læknisskoðunina sem myndskilaboð. Guðni rifjar upp að Guðmundur í Byrginu hafið fengið 3 ára fangelsisdóm fyrir kynferðisbrot þar sem hann braut á konum sem leituðu til hans á erfiðum tímapunkti í lífi sínu. 8 konur kærðan fyrir brot en mál 4 voru felld niður. Þetta þótti efni í opnunaratriði Spaugstofunnar á sama tíma og máli var til meðferðar í réttarkerfinu okkar. Þetta mál var eitt af viðamesta sinna tegundar á Íslandi á þeim tíma og án efa snerti við mörgum persónulega. Sko, þarna er ekki verið að gera grín að þjáningu kvenna, er að gera grín að þolendum og ofbeldis á nokkurn hátt að vera að gera grín að Guðmund í Byrginu og hvað hann gerði ógeðslega hluti. Hvernig er hægt að vera hvernig þráir svona mikið að móðgast að þú horfir framhjá hverju verið að gera grínað. Það er verið að gera grín að manninum fyrir að hafa verið svona mikið ógeð, fyrir að gera svona ógeðslegan hlut. Þar er grínið. Máttu ekki gera grín að ofbeldismönnum allt í einu. Máttu ekki gera grín að mönnum sem að brjóta af sér. Fyrirgeðu, eru þið ekki að því á sirka bát hverjum einasta degi á kaldhæðin hátt við aðila sem að ykkur líkar illa við. Þetta nær ekki nokkuri átt að vilja svona ógeðslega mikið vera eitthvað fórnarlamb að þú tekur grín það sem verið að grína gerendunum og málar það upp sem eitthvað árás og þolendur. Þetta er eitthvað það vittlausasta sem við heyrt á ævinni. Og svo kemur hérna annað sem er hérna. Meira að segja fóstbræður gengur svo langt að leika senu þar sem köllum er kennt að beita konunda sína líkamlegu ofbeldi svo ekki sjáist á þeim. Helgi persónulegi trúbadorinn söng afsökunarbeiðni til konuna sinnar fyrir að hafa rotað hana því hann missti stjórn á skapinu sinu. Í text segir að honum sé nú runnin reiðin og þegar þátturinn er búinn ætlar hann að koma í kvennaathvarfið og ná í hana. Loksins, Helgi, persónulegi trúbadorinn, nýji geisladiskurinn, óður til fjölskyldu minnar. Skilaðu því sem þú fékkst lánað, elsku bróðir minn. Þú ert kannski eldri en ég er sterkar en þú. Skilaðu því sem þú fékkst lánað, ef þú vilt ekki verða barinn. Skilaðu því sem þú fékkst lánað, annars verður blár og marinn. Þessi spilari hjá Vísi er náttúrulega eitthvað next level drasl, sko. Mikið reynilega, mikið að fá að sjá meira af þessu. Þú vilt ekki verða barinn. Hann ekki að hlaða mér alltaf. Þessi spilari hjá Vísi, þeir mætti alveg fara að taka sig aðeins saman í aldrinu og gera betur spilara þegar ég er látast að lenda í þessu. En já, þarna er verið að gera grín að típunni sem að Helgi er. Þetta er gaur sem að er að syngja alls konar, hann er ógeðið. Það er ekki verið að gera grín að því að lemja konur, bara þessar konur, gott á þær. Það er verið að gera grín að hvað hann er mikill lúser og aumingi, alveg eins og Steindi í allar konur. Það sem að Steindi tók lagið þar sem að hann var að syngja allar konur eru hórur og segja við son sinn að konur get ekki keppt í skák við kalla því að séu svo heimskar og get ekki lært mannganginn. Og sonur hans réttar svo, les svo yfir honum hvað þetta er vitlaus afstaða hjá honum. Af því það er hann sem er hálfvitinn.
Það verið að gera grína típunni sem finnst konur vera svona miklir hálfvitar. Og konur ógeðslega, það verið að gera grína því að hann lúserinn, að hann kennir konunum það. Þannig verið að gera grína svipuðum hlut, það verið að gera grín að honum Helga. Ekki það að hann skuli lemja konu, bara gamli góði Helgi að lemja konuna sína. Það verið að gera grín að svona, lúserum.